Er bara að byrja það? Er ég bubbu eða? Já, bara... Er ég bubbu eða? Nei. Það passa hérna... Þurfum að setja eitthvað svona filter á þig? Eitthvað svona sem að dreifur inn til Já, ég setja hérna svona Ronnie Coleman filter á mig. Hérna... Góði. Blessaður. Blessaður. Herru, hérna búið að liggja í loftinu rosalega lengi að þú fáir stóran bardaga. Hérna, hvernig hefur undirbúningurinn gengið og hvernig aðdragandinn verið? Undirbúningurinn gengið bara fínt. Þú veist, ég er búinn að vera að æfa í rauninni síðan ég braut upp höndina síðast í annarsinn. Það er ég búinn að vera að æfa bara á fullu. Þú veist, ég braut upp höndina á þriðjudegi og á mánudeginu var ég bara að byrja að æfa aftur, bara eins og venjulega, bara eina hönd, skilur. Já, ok. Var það slæmt brot? Nei, það var svona fracture sem kallast, þú veist, það er svona helmingurinn brotnaði. Þannig að undir var heilt en það var svona sprunga ofan í beinið. Já, ok. Þannig að það hefur ekkert haldið þig frá alltof lengi? Nei. Ég var líka í 8 vikur eða 6 vikur eitthvað. Já. En hvernig var aðdragandinn af bardaganum? Núna þú ert að fara að mæta Mika. Já. Hvernig var þetta, þú veist, voruð þið búin að tala lengi saman eða hvernig var aðdragandinn af þessu? Nei, ég er búinn að vera að tala við Markus Lamy, sem er matsmakerinn sem ég er búinn að vera að hjálpa mér. Hann er managerinn hjá Mika. Og hann var með þetta sjó núna og ég hef búinn að vera, hei, ég fengi bardaga, þú veist, 1. júní var ég geggjaður og svona. Og hann bara, já, hvernig viltu berast í Mika í Finnlandi þetta belti? Já, let's go. Ok. Það er bara þannig, skilur, það er svo einfalt. Einfaldur aðdragandi og ekkert drama? Já, ekkert drama, þetta er bara, þú veist, hei, viltu berast þér gæða? Og já, ég vil berast þér gaur, þú veist. Ég skil þig. Finnst þú að hafa þróast eitthvað sem boxari, svona undanfarið, náttúrulega bara smá, handbrot, búinn að brjóta þér hendina, þú veist aðeins þess að aðlegast, ertu búinn að þróast eitthvað sem boxari? Ég segi bara síðasta ári hef ég bara umbreyst sem boxari. Já. Þú veist, fyrir ára síðan var ég á Flórida, átti að berjast, það var, þú veist, eitthvað 7. júní eða eitthvað, þú veist, eitthvað svoleiðis. Og það féll niður, andstæðingurinn féll eitthvað niður, það var eitthvað vesen, sko. Já. Og svo, og í því, þú veist, barndaginn féll niður, og átti ég viku eftir úti og ég bara, æ, fuck it, skilur, æfði bara út vikuna og síðasta deginum þá meiddist ég í höndunum. Okay. Og kom heim alveg í hakki, skilur, fyrir að missa bardaga á allir hakki og eitthvað. Þá bara breyttum við öllu svona, þú veist, aðferðinni hvernig ég var að æfa. Hvernig ég var að æfa, hvað ég er að æfa, hvernig við gerum þetta allt og svo erum við búin að þróa það, tvíka það bara hér og þar, skilur, þú veist, með handabrotunum líka, erum búin að, þú veist, fara þá meira í það, hallast meira í þá átt, sko. Og setja handabrótið þá fórum við bara all in í það, þú veist, ennþá meira, skilur, og mér finnst ég bara að vera allt annað gæði, svona þannig. Töluvert betri þá eða bara öðruvísi? Já, töluvert betri og allt betra. Góða fréttir. Ef við snúum okkur aðeins að Mika, hvaða tilfinningu hefurðu fyrir honum? Hvernig leggst það niður? Bara örugglega frábær náungi, skilur. Ég talaði við Jóhann, Lindström, sem þjálfaði Róbert Helenius. Helenius barðist við hann áður en Helenius fór í Joshua. Vikuna áður barðist hann við Mika og stoppaði hann á 3 lótum. Já. Og ég var bara að spyrja hann út í, þú veist, Mika, hvernig mælið, hvað mælið með eitthvað svona. Og rauninni hann sagði bara, Mika, slæð fast, powerpuncher, skilur, er fastur höggum og svona, og er með gott kinn, þú getur tekið fullt af höggum. En er hægur, með lág peysi, þannig að hann sagði að ég ætti að bara útboxa hann og stoppa hann þá bara mjög seint. Já. Þannig að ég er bara svona, þetta er svona durstur, skilur. Já. Ekkert nýtt, ekkert sem hefur ekki séð áður. Ekki þannig, en mér er bara, ef ég er ekki að hreyfa hérna, þá er þetta mjög erfitt. Ef ég ger allt sem ég á að gera, þá er þetta mjög einfalt, skilur. En ef ég gera ekki, þá er þetta ógeðslega erfitt. Ég skil. Þannig að bara gott gameplan skiptir máli. Ég er bara að gera það sem ég á að gera, skilur. Já. Executa. Þekktu hann eitthvað áður en að þið var búið að berjast það? Nei, ég veit hver það er. Ég ætti að berjast í mars. Þá ætti ég að berjast við gæja sem hann vann síðast. Já. Sem þeir sögðu úti eitthvað, já, nei, hann fekk heimildumgæslu, eitthvað svona dót. Já. En ég ætti að berjast í gæja sem hann vann, það var þá í bardaga sem átti verið í mars. Já. Og, þú veist, þá er ég bara meira bara svona, þá er ég bara að sjá hann því ég var aðeins hinga hann, skilur. Já, já. En ekkert meira en það, sko. Nei. Þannig að þú svona kannaðist við hann bara? Já. Ok.
Þannig að besta nálgun að þessum bardaga er rauninni bara gott pace, eða hátt pace, eða taktík, eða svona taktík. Hátt pace, segja fennar, rauninni bara það. Já. Þú veist, hátt pace, segja fennar. Já. Þá er hann ekki að hitta mig og þá get ég feikað hann, en þá er alltaf fjarlæginni. Já. Þannig að þið líður samt að þú fá að lesa hann pínu. Já, þú veist, þetta er rosa einfalt. Já. Skilur, það þannig séð, skilur, ef við pælum í því, sko. En ef ég gera það rétt. Já. Þú veist, ef ég er ekki að hreyfa fennar, ekki með hátt pace, þá er þetta bara erfitt og þá getur við verið bara að græna þetta út og þú veist, ég vill ekki gera þetta, sko. Nei, ég skil. Þú veist, það er miklu meira líkur að hann hitti mig og ég tæk eitthvað skaða eða eitthvað, skilur. Eins og alþjóð veit, þá ertu ósigraður með 14-0 rekord. Yes. Er eitthvað öðruvísi hugafar komandi inn í þennan barda? Er þetta stærra? Er þetta stærra en vanlega? Og líka, ef þú myndir tapa, hvaða afleiðingar hefur það? Sko, þetta er svona af því að, byrjum bara á því, af því að ég er ekki kominn á þann stað sem ég vil vera, þá er tap fara að setja mér rosa mikið aftur. Já. Þannig að tap er eiginlega svona smá devastating, skilurðu. En svona, þetta er auðvitað stærra, þetta er stærsti svona þannig sé bardaga sem ég tekið. En hugafarið er bara svona, svona nokkuð rólegur þannig. Þetta er bara þroskast sem manneskja og boxari og allt íþróttamaður þannig. Þetta er bara bardagi, Þannig að, skilur, ég hef ekkert miklu áhyggjur af þessu þannig, það fer bara eins og það fer. Já. En það er þetta betra að vinna, skilur. Ef þetta færi bara illa, myndur þú sem boxari fara mjög aftarlega í röðina aftur? Ég droppa bara 100 pluss sæti, skilur, og það er bara að vinna mig aftur upp. Já. Það er bara, 3 bardagar til að komast á stað sem ég er núna aftur, skilur. Já, þannig að það er rauninni gífurlegt bakslag. Já. Versus að fara upp í toppinn, 80 í heiminum, skilur, og þá er ég bara 1-2 börnum fyrir að komast top 50. Já. Þá er ég komin í stóru bardagana sem ég vil berjast, sko. Herru, við segjum að það er mögulega vatnaskil og myndir sigra bardagan. Hvað nákvæmlega tæki við? Eða hvað myndir þú búast við að tæki við ef þú sigra bardagan? Sko, ég hef búinn að láta það vita úti í Bandaríkjunum, í tím Bandaríkjunum, promotional team og management team, að ég væri að fara að berjast þennan bardaga. Og þau sögðu, já, geðveikt, þú vinnur þennan bardaga og svo kemurðu og berst hjá okkur í Detroit. Þeir eru með seríu á DAZN sem heitir Big Time Boxing og þá myndi ég berjast þar næst. Sem bara á DAZN í sjónvarpi, skilurðu. Já. Og þá fengi ég bardaga og þá myndi ég hoppa upp önnur 20-30 sæti, skilurðu. Já. Og komin á betri stað, þá er ég, skilurðu, bara á næsta ári er ég komin í toppinn, skilurðu, þess að ég vill stóra bardaga, sko. Já, þar sem þú vilt vera. Já. Þannig að þetta er svona, bardaginn sem þú ert ferð inn í núna, er svolítið svona hvort þú fáir stóra Hollywood-dílinn. Smá. Við erum þar. Smá, en svo er það bara, ef þetta fer illa, segjum bara, það geti alltaf allt gert, skilurðu. Já. Þá er það bara aðeins seinna, skilurðu, en sama niðurstaðan verður, skilurðu. Þú ert mjög svona sterkt hugarfar varðandi þetta, sko. Er erfitt að slá þig út af laginu? Er eitthvað þegar þetta kemur bakslag að þið langir bara að henda? Þetta er svona, það komið svo mörg bakslög, skilurðu, yfir þetta ferli hérna. Það er svo mikið komið fyrir að þetta er bara svona, bara eitt enn, skilurðu. Já. Skilurðu, það er ekki alltaf allt perfekt, skilurðu, og það er ekki alltaf blóm og hamingja, skilurðu. Það er alltaf eitthvað að koma fyrir og það er bara, díla bara við að það kemur. Einmitt. Þannig að bakslagið slæðir ekki út af laginu lengur? Nei, það er, ég er alveg fullt átt að koma fyrir sem er bara, fokk, bara er þetta búið og eitthvað svona end of the world hugsanir, sko. En svo bara líður það hjá og það heldur áfram, skilurðu. Það er mikið sens. Það er gott hugafar. Kolli, gangi þér rosalega vel í Helsinki. Það verður gaman að fylgjast með þér. Og vonandi bara fáið beltið heim. Ferðu á þjóðminjasafnið eða hvað myndir þú gera við það? Bara niður í geymslu örugglega. Vonandi ekki, ég skal taka það. Þetta verður geggjað.